Nú ætlum við að renna okkur í fjórða kaflan úr bókinni Eðlisfræði 1 en þessi kafli fjallar ljós. Við sjáum hluti og það sem er í kringum okkur vegna þess að það fellur á hlutina ljós sem að endurvarpast af hlutunum og berast síðan til augna okkar. Ef að það berst ekkert ljós þá sjáum við það sem svart. Augun virka þannig að augasteinninn brýtur ljósið og varpar því aftan í augnbotninn og þar eru frumur sem að nema hvort að komi ljós eða ekki og senda boð til þessum heilan sem raðar þessu öllu svo saman. Það er misjafnt hvað við sjáum hluti vel. Við sjáum fasta hluti til dæmis yfirleitt mjög vel en vökva sjáum við misvel og loft sjáum við jafnvel alls ekki. Við sjáum loft ekki vegna þess að það endurvarpar ekki ljósinu sem fellur á það, heldur fer ljósið bara í gegnum það. Ljós ferðast nokkurn veginn beint áfram og ef við erum með einn sterkan ljósgjafa, eins og þið sjáuð hér á myndinni, þá vorum við úti í sterkri sól og þá myndast mjög afgerandi skuggar. Það vísir ekki fullkomið myrkur hérna því að ljósið fer ekki alveg beint, það tekur smá beygju, en það er svolítið breytilegt hvað skuggarnir eru skarpir. Ef að ljós fellur á ósléttan flöt þá fer það út um allt, en ef það fer á sléttan flöt þá endurkastast það beint eins og það kom á flötin. Við sjáum þetta þegar við lýsum til dæmis á spegil, þá fer ljósið bara beint tilbaka, en ef við myndum brjóta spegilinn og værum með allan í tætlum þá myndi ljósið fara út um allt. Svona sléttan spegil köllum við stundum planspegil og þá sjáum við myndina eins og hérna virkar sjórinn eins og planspegil, en það víxlast hægri og vinstri hliðar. Holspeglar eru íhvolfir, það er að segja eins og horfa inn í skeið, en kúpturspegil er eins og kúla eða horfa aftan á skeiðina. Ljósgeislar sem falla saman á svona holspegil eins og þennan hérna, að þá berst ljósið hérna á og eftir hvaðan er kúptur að þá varpast ljósið hérna tilbaka í svo kallan brennipunkt. Allt ljósið sem fellur á endar í einum punkti og fjarlægðina frá speglinum að þessum brennipunkti köllum við brennivídd. Þetta er líka til í linsum. Við getum notað þennan brennipunkt til þess að safna ljósinu saman, búa til hita til dæmis. Í sólarorkuverum þá eru notaðir svona speglar til þess að safna ljósinu saman í einn punkt og þar er það jafnvel notað til þess að hita upp vatn sem er látið sjóða og þannig er hægt að búa til rafmagn. Ljóskastarar virka oft svona líka. Þá safna þeir ljósinu saman á einn punkt og þar fer ljósið síðan út. Eða þetta er notað í hina áttina, ef við myndum snúa speglinum við og værum þá með íhvolfan spegil, að þá dreifir hann ljósinu út um allt. En þá er þessu lokið.